Halleluja. Gaman að sjá okkur hér í dag. Við ætlum að lofa Guð hér í dag og við ætlum að lyfta upp hans nafni sem öllum nöfnum æðra, bæði á himni og jörðu. Amen. Við ætlum að byrjum, rísum á fætur og syngjum saman hérna nokkur lög og lofum hann. Jesus, ég lofa þér í dag. Lyftu þér upp, heilagi Faðir. Begin
þér verkið sem þú gerir í okkur, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir að þú er trúr og sannur. Þú ætlar að gera stórkostlega hluti og þú ert að gera stórkostlega hluti, Drottinn Jesús. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn. Og ég þakka þér fyrir að ég fá að tilheyra þér og vera í þínum her þegar þú ert að gera stóra hluti. Strongholds to break. You know what you can do. We know what you can do. You're gonna see life change. It's all the same. Broken heart made new. That King is in the room. Lord, we know you are born of grace. That King is in the room. Before the King, chain has to break, dry bones away, prepare the way. Oh, fear has to flee, shame has to leave. Before the King, chain has to break, dry bones away. Prepare the way is in the room. Heilaga Drottinn. Takk Jesus. Don't forget the wonder of how you brought His deliverance, the acceptance of my you free. Held back the waters from my release. Oh Yahweh, for the God who fights for me
have led me through the deep. Hallelujah. Hallelujah. The cloud by day, a sign that you are with me. The fire by night, a guiding light to my feet. 'Cause you found me, you freed me, held back the waters for my release. Oh Yahweh, you're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You have God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I'll sing of all you've done. Let the swallowed up forever by the fury of your love. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I'll sing of all you've done. Let the swallowed up forever by the fury of your love. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. You stepped into my Egypt. You took me by the hand. You marched me out in freedom into the promised land. Now I will not forget you. I will sing of all you've done. Let it swallowed up forever by the fury of your love. Jesus, hallelujah. Jesus, hallelujah.
hjálpa okkur. Halleluja. Þú gerir leið okkar greiða. Halleluja. Þú gefur okkur líf. Halleluja. Takk, Jesus. We approach the presence of God with a humble, confident heart where we stand in awe. Is your holy ground. We approach the presence of God, filled with wonder of who you are in this holy place. Now we see your face in this holy place. We're forever changed. Oh, glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, and revel in fame. All honor and grace, and power and strength, forever Yahweh. We approach the presence of God, where you are. People respond now with shouts of praise, all for your great name. God, we're full of faith, all for your great name. Glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. Oh, God in the highest, unrevel in fame. All honor and strength, all power and strength, forever Yahweh. Tack du drottning Jesus. Tack du drottning Jesus. You are worthy to be praised, be exalted in this place. Yahweh, Yahweh, great I am. All-consuming holy flame, you're the fire that won't be tamed. Yahweh, Yahweh, great I am. You are worthy to be praised, be exalted in this place. Yahweh, Yahweh, great I am. Sing it, someone. All-consuming holy flame, you're the fire that won't be tamed. Yahweh, Yahweh, great I am. Yahweh, Yahweh, great I am. Glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, unrevel in fame. All honor and praise, all power and strength, forever
Jesus, halleluja. Takk, Jesus, halleluja. Samskott. Takk, Jesus. Maður bara búinn að vera svo miklu fríi og það 19. í dag, það ekki? Heyrist í mér? Mækin á? Já, ok. Og orðskviðni 19, þar svolítið flott biblíuvers sem að ég stoppaði við í morgun. Sá lánar drottni líknar fátækum og hann mun launa honum góðverk hans. Þetta svolítið skrítin setning. Guð, þú vantaði lán? Nei, hann eiginlega, hún segir ekki að Guð þurfi peningan okkar og þetta ekki fyrst og fremst verið að tala fjármuni, heldur verið að tala hjartalag okkar. Og þetta fjallar meira þetta, þegar ég og þú sjáum þörf og við bregðust við í kærleika, þá tekur Guð eftir því persónulega. Þetta ekki líka hluta því að afneita þau sjálfu þér? Það ekki hluta því? Við vorum eiginlega að lesa þetta í Amos í biblíulestrinum, í 8. kaflanum. Það var svolítið flott sett þar upp svona. Þetta samkomuhaldi ekki að vera búið svo við getum farið að græða? Ég má ekki ræða að vera samkomu, ég þarf að make money, sko. Þarna náttúrulega opinberast hjartað. Og það þetta sem að orð Guðs alltaf að gera við okkur, að við sjáum þetta með Jesú, hann fer ekki eftir hegðuninni fyrst, hann fer alltaf eftir hjartanum. Það alltaf hjartalagið. Og við þurfum stöðugt að láta skoða hjarta okkar, því að þetta svo innbrent í okkur að vera sjálfselsk. Svo annað vers hérna, 22. versið, það segir, unun mannsins kærleiksverk hans. Það stendur ekki unun mannsins það sem hann á. Það unun mannsins kærleikverk hans. Það sem veitir lífinu raunverulega gleði ekki bara það sem safnast í hendurnar á okkur, heldur það sem flæðir í gegnum okkur. Og þetta það sem að Guð alltaf að benda okkur á. Og þá kemur þetta komiska vers í 24. versið. Latur maður dýfir hendin ofan í skálina, en ekki nennir hann að bera hana aftur upp að munninum. Þetta svolítið húmor í þessu. Við getum vita hvað rétt, við sjáum tækifærið, finnum hvatningu Guðs, við hugsum, kannski seinna. Og svo bara heldur lífið áfram. En við orðskviðni, þeir alltaf að tengja fyrir okkur saman visku, kærleika og gjöf. Gjafmild ekki fyrst spurningin hvað við eigum mikið. Þetta spurningin hvort að hjarta okkar sé opið. Hvort við treystum Guði nóg til þess að leyfa því sem hann hefur lagt okkur í hendur að vera öðrum til blessunar. Og þegar við gefum í dag, þá erum við ekki bara að gera Guði greiða. Við erum að taka þátt í hjarta hans. Við erum að endurspegla það sem hann hefur sjálfu verið óendilega miskunnsamur við okkur. Og þegar við gefum núna, þá það ekki bara peningur sem skiptir hendur, heldur þetta kærleikurinn fær að flæða. Og það svo mikilvægt að sjá þetta og upplifa líka og viðurkenna bara hjarta sitt. Ég þurfti að glíma þetta sjálfur. Alltaf þegar við byrjuðum að tala peninga, þá var svona vindingur inn í mig. Svo þurfti ég bara að fara að tala við Guð þetta. Þú lest það sem Jesús segir. Þar sem hjartað þetta þar á fjársjóðið. Og við erum að styrkja fólk og kirkju og Filipsheim, við erum að styrkja störf hérna á Íslandi. Við erum að taka þátt í lífi, að láta flæði í gegnum okkur. Þannig að við höfum þetta hugfast í dag og við segjum bara, Faðir, við biðjum þig að blessa það sem við látum af hendi hér í dag, að því að við viðurkennum að þú hefur gefið okkur allt. Drottinn, hjálpa okkur áframhaldandi að vera einstaklingar sem að geta haft meðöngum fyrir þeim sem minna mega sín.
Þú sagðir, Jesús, það sem við gerum einum þínum minnstu bræðra, það erum við að gera þér. Drottinn, megi þessi fórn vera mikilverk í þínu ríki og að margir mættu finna miskunn þína og ná þína og heyra fagnaðarerindið. Blessaðu einn og sérhvern inn í vikuna, í Jesú nafni, amen. Höldum aðeins áfram. Blessa sé hans nafn að eilífu, halleluja. Má ég heyra amen? Amen. Við blessum hans nafn. Tökum eitt lag í viðbót sem heitir Make Room
Og það skiptir svo miklu máli að við gefum Guði pláss. Þegar við gefum Guði lendingarstað í líf okkar, þá lendir hann í líf okkar. En ef við erum yfirfull af alls konar í líf okkar, þegar við erum að bæta við þar sem Guð kemst ekki að. Við þurfum að gera pláss fyrir hann. Takk, Jesús. Whatever you want to
Halleluja. Og allir liðinni sagði, halleluja, það eitthvað síma hringja. There's a phone ringing for somebody here today. Mér langar bara að segja eitt áður en ég gef samkomuna á Gunnari. Hann Hilmar Rögla túlka fyrir þá sem að tala ensku. Jóhanna kom inn á það. Það svo mikilvægt að gefa Guði plás. Og ef við viljum sjá Guð starfa í lífum okkar, þá þurfum við að gefa honum plás. Hvað þýðir það? Hvað þýðir að gefa Guð plás? Eitt sem að við getum gert til þess að gefa Guð plás. Ég var að horfa podcast daginn sem í sjálfur sér ekki frásögufærandi. Nema hvað að þessi læknir var að segja það. Hvað mikilvægt, þú búin að upplifa áföll og annað slíkt. Að leggja það niður, að sjá hlutina í þannig ljósi, að leggja það niður. Og hann sagði eina leiðin til þess að gera það, vinir. Eina leiðin til þess að gera það að fyrirgefa. Það ekki til neitt líf í gnægð án fyrirgefningar. Og við sjáum Jesú gerði þetta á krossinum þegar verið var að drepa hann. Þá sagði hann, Faðir, fyrirgef þeim því að þeir veit ekki hvað þeir gera. Ég vil meina það verður engin upprisa án fyrirgefningar. Og við stundum það þannig að við erum að halda í hlut út að við getum ekki fyrirgefið, þú skilur ekki. Hann gerði mér svo hræðilegan hlut. Og málið það að þetta eitur heldur áfram að eitra líf okkar endalaust. Oft á tíðum veit viðkomandi ekki einu sinni að hann hafi gert eitthvað á þinn hlut. Minni leiðin, hinn kristilega leið, að treysta því að allir hlutir, góðir og slæmir, samverki okkur til góðs. Og ég ætla bara að segja ykkur eitt. Þið eru hér komin í dag út af öllu því sem hefur gengið á í líf okkar. Gott eða slæmt. Guð getur notað alla hluti og látið það samverka þér til góðs. Það getur verið gott fyrir aðra að sjá reynslu þína. Það alltaf eitthvað gott sem að þú getur séð út úr öllum reynslum. Og vinir, ef þú vilt gefa Guði raunveruleg plás, slepptu tökunum. Farðu að fyrirgefa. Og hvernig fyrirgefning, færðu ykkur að gæsa og þú bara stendur upp og bara ég fyrirgef. Nei, fyrirgefning bara ákvörðun. Og stundum erfiðast að fyrirgefa sjálfu sér, en það ákvörðun sem þarf að taka. Og ég vil hvetja ykkur í dag að taka þessa ákvörðun og gera Jesú Krist að akkeri sálna ykkar. Það ekki þess virði í þessum heimi til þess að lifa fyrir annar en Jesú. Það bara þannig. Ég vil biðja ykkur að rísa á fætur og ég vil minna ykkur á þess að Gunnar ekki með sitt 5 mínútur þess að hann tekur okkur í gegn. Að við rápum ekki hér í Smárakirkju, við berum virðingu fyrir orði Guðs. Við leifum orðinu að eiga við hjart okkar. Og það sem að gerist í lofgjörð, hjart okkar opnast fyrir orðinu. Og orðið eins og sáðkort sem fer inn í hjartað og það ber mikinn ávöxt. Það á að bera mikinn ávöxt. Ef að þú berð ekki ávöxt, þá ert ekki nógu mikið í orðinu. Þá ert ekki nógu mikið í Guði. Það bara að vera í orðinu og það bara ósarátt, þá verður að bera ávöxt. Má ég heyra amen? Þannig að við ætlum að bera virðingu fyrir orðinu og ég hlakka til að heyra son minn predika hér í dag. En ég vil biðja ykkur að lyfta höndum okkar. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir ég gefst upp fram fyrir Guði. Ég gefst upp fram fyrir Guði. Ég ætla að gefa þér þetta drottin. Drottin við bara komið fram fyrir þig, drottin minn, og við lyftum upp nafni þínu. Þessu nafni sem öllu nöfnum æðra bæði á himna og jörðu. Drottin, ég þakka þér fyrir það, drottin minn, að þú ert hér í dag og þú vilt eiga við hjart okkar, drottin minn. Og ég biði Jesús að gefa okkur náð til að taka skref í dag, drottin minn, Jesús, út úr öllu sem heitir beiskja og ófyrirgefning, drottin minn, og drottin að þú sért akkeri sálna okkar, drottin. Og ég bara bið Jesús að við tökum við orðinu með fögnuði, Jesús. Og drottin við vökvum orði, hvað þýðir það? Við hugleiðum það. Drottin á hverjum einasta degi þá leiðum við orðinu að eiga við hug okkar. Þannig að við endur nýjum hugsun okkar, að við fáum að reyna vilja þinn hið góða, fagra og fullkomna. Ég bið að blessa Gunnar minn þegar hann talar orð þitt. Ég bið að gefa honum orð að mæla, viltu smyrja varir
fyrir hans og tungu, drottinn minn. Og drottinn, við gefum þér alla dýr, drottinn, fyrir þann ávöxt sem að þú við sett innan með drengnum mínum, drottinn minn, Jesús. Og ég bið fyrir einum og sérhverjum hér sem að hlusta, drottinn minn. Ég bið að brjóta múra hér í dag, drottinn minn. Ég bið, drottinn minn, að brjóta múra hér í dag. Ég bið, drottinn minn, að ná þín og miskunn. Hún sker í gegn, drottinn minn, Jesús. Og við tökum á móti í Jesu nafni og allir liðinni sagði. Amen. Gefum honum gott klapp. Einn og svo byrju. Amen. Takk, Jesus. Já. Heilar Jesus. Ég veit ekki með ykkur en þegar við vorum að syngja þetta lag Make a Room, það varst mér bara eins og heilagur andi var eitthvað að tala við mig, sko. Amen. Þannig að er ekki í lagi að biðja eins meira það? Jú, Er biðið of mikið í kirkju það? Nei. Þegar við setjum hérna tíma í gang. Himneski Faðir, við þökkum þér að við fáum að koma saman í þínu húsi til þess að lyfta þér einum upp, Jesús. Það nafn þitt sem á þurfa að beygja kné sín fyrir bæði himnu og jörðu. Það nafni Jesús. Einn daginn, drottinn minn, þá eigum við öll eftir að líta auglið þitt, Jesús. Og við bara biðjum fyrir þessu orði sem við talað í dag, drottinn minn. Ég bara bið fyrir því, Jesús, að þú smyrjir varir mínar og tungu, drottinn minn, og við gefum þér orð að mæla, Jesús. Það er ekki ég sem get breytt lífum, það er bara þú sem getur breytt lífum, Jesús. Og við viljum bara að þitt nafn verið dýrlegt, við viljum bara að þú verið dýrlegur í dag, Jesús. Þetta hefur ekkert með þekkinguna mín að gera, þetta hefur bara með hvað þú er stór og mikill, Jesús. Þannig ég bara bið, drottinn minn, að ég auðmýki mig fyrir þér, drottinn minn, auðmýki mig fyrir hásæti þínu, Jesús. Og við bara leggjum þessa stund í þínu hendur, með þér gefa fólki þennan opinberunarskilning, með þér gefa okkur opinberunarskilning á fagnaðarinn fyrir því, Jesús. Og við bara biðjum fyrir því, hvort sem við etum eða drekkjum eða hvað sem við gerum allt þér til dýrðar. Og við leggjum þessa stund í þínu hendur, í Jesú nafni. Amen. Sko, mamma í raun og veru fór aðeins inn á punktin á mér að ég einmitt að fara að tala akkeri trúarinnar okkar. Og í raun og veru þá þetta akkeri til þess að við getum byggt trúalífið okkar á. Trúaganga sem slík oft kennd við þetta lífsins hlaup. Þú sér þetta alls staðar í ritningunni og það bara talað það barndóm, það úlingsár og svo talað fullorðinsár. Svo talar Jesús endurfæðingu. Að þú einhvern tíma þarf þú að endurfæðast til að sjá Guðsríki hér innanfyrir. Og það bara eins og fæðingin náttúrulega, eitthvað nýtt lífi byrjað sem sagt. En það sem að margir kristni kannski ruglast á, þetta hvernig getur byggt trúalíf á. Á hvað forsetum getur gert það. Og von mín fyrir daginn í dag að við getum einfallega séð þessa von sem er í Biblíunni og einfallega þess virði að lifa fyrir og þess virði að deyja fyrir, eða þessi þörf á. Og bara von mín að við hlaupum inn í ritningarnar og við horfum á ritninguna með þessum augum hvað akkerið í trúalífinu mínu. Ég veit ekki með ykkur, kannski fólk inni sem búin að vera að trúa í mörg ár, en það er kannski ennþá með þessar spurningar. Hver er ég, hver er trú minn hér innanfyrir? Á hvað get ég byggt trúalíf mitt á? Efasemdir í sjálfu sér ekki slæmar. Það er allt í lagi að efast. Það er bara eðlilegt. Við erum að trúa á mann sem að gekk fyrir 2000 árum, við höfum bara heyrt um hann, við höfum ekki séð hann, við höfum bara fengið góða fréttir um hann. Það er bara mjög í sjálfu sér eðlilegt að efast nokkur sinnum. Það er bara eðlilegt. En það er kannski ekki eðlilegt að falla frá trúnni eða eitthvað svoleiðis. En efasemdin sem slík, ok, allt í góða með það. Það er allt í lagi, en vonandi ferðu bara aftur á beinu brautina. Sko, Páll Póstuli segir þetta svona. Í 1. Korinthíubréfi 15:19 segir svona: ef von okkar til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aumkunarverðust allra manna. Gleðilegan sunnudag. Hvað er Páll að segja? Hann er að segja, ef að vonin
til Krist bara hérna tímabundi hér á jörðu, þá eru við sem sagt mestu aumingjar sem til eru á jörðinni. Það er meiningin með það sem að segja. En aftur, þarna er Páll að díla við efasemdir hjá Kórintu. Hann er að glíma við þessa spurningu hjá þeim, hvernig virkar upprisan? Akkeri trúarinnar okkar að mörgu leyti byggð á upprisunni. Þú getur ekki byggt á nákvæmri tilfinningu með eitthvað svoleiðis. Þú byggir á nákvæmlega Guð búinn að láta Jesú Krist gera fyrir þig. Og hér er hann að svara spurningunni, hvernig virkar upprisan? Á hvernig birtist hún, hvernig virkar hún? Bara, hey guys, ok, ég skal bara segja ykkur þetta hreint út. 1. Korinthubréf 15, þetta er allra mikilvægasti kaflinn í allri biblíunni. Það er bara þannig. Þetta snýst þessi kafli bara upprisuna og Páll er að svara því hvernig þetta virkar og allt saman. Þetta er alveg stórkostlegur kafli. En með öðrum orðum, akkeri, hvað er akkeri? Akkeri er eitthvað sem er sett á skip og það er bara skipið fast niðri og það er ekki að fara að haggast neitt. Og akkeri er eitthvað þannig, og þetta akkeri, trúarinn okkar, er einmitt gerð með þeim forsetum að það er bara sett hérna niður og þú ert ekki að fara að haggast neitt. Aftur, ef við ætlum að taka eitthvað akkeri sem er bara eitthvað tilfinningalegt eða eitthvað svoleiðis, þá verður þú bara eins og eitthvað bladra sem er bara uppblásin og svo bara sleppt og þú bara eitthvað starf hér og frá. Það breytir engu. Þú ferð fyrir suður og vestur til hægri, til vinstri og allt þetta dæmi. Sko, í Hebreabréfinu 6:19 segir þetta svona. Þessi von er eins og akkeri sálina okkar. Og það er þetta akkeri sem ég langar að skoða með ykkur í dag. Og mér langar að gera það í samræmi við Abraham. Hvað er ég búinn með mikið? Það er 5 mínútur. Þetta var bara inngangur, sko. Þetta frábært. En fyrir ykkur sem þekki ekki þessa sögu Abraham, þetta er náttúrulega gríðarlega mikilvæg saga fyrir okkar trúarlíf, en ok, nú ætla ég bara orða þessa hluti. Það er þetta að lesa köllun Abrahams í 1. Mósebók í Tóra. Guð kallar Abraham fyrir. Hann er fyrsti gyðingurinn. Guð kallar hann frá landi sínu í Írak, segir honum, ég ætla að gefa þér fyrirheit. Og þessi lofar sem hann gaf honum var nokkur. Og meðal annars var sonur hans. Frá þínu syni, þá ætla ég að koma með lofvörð að þetta verður fyrirheita svona. Þetta verður lofvörð mitt til þín að frá þessu syni myndi koma ættleikur og einn daginn fæðast frelsari heimsins. Og sá sonur kom einmitt líka sem fyrirheit. Það var bara Guð sem gat stigið inn í og komið með þann son sem sagt. Og segir, og við munum farið þau versu eftir, að frá þessu syni þá myndi koma sem sagt alla þjóðir myndu blessun hljóta fyrir þennan eina son. En ef við komum aðeins dýpra í þetta, af því að þetta er náttúrulega eins og mjög mikilvæg saga, er að náttúrulega eins og þið viti, Abraham var búinn að bíða lengi á svona hvað er í gangi, af hverju er ekki að gerast neitt. Og þá náttúrulega reyna að flýta hann fyrir og þá eignast hann soninn Ísmael með ambátt Söru. Svo sannarlega var þetta sonur hans. Það er engum eitthvað svona þurfti að gera eitthvað leiðindamál út af því eða eitthvað svoleiðis að sjálfsögðu. Og ég meina Guð blessaði Ísmael og hans ættli. Það er bara annar ættleikur Abrahams. Ég nenni ekki að fara út í það. En það var samt ekki fyrirheitið sem Guð var búinn að lofa honum. Hann var búinn að lofa honum að Sara yrði ólétt og myndi að fæða soninn Ísak. Og þegar Abraham er 120 ára cirka, þá kemur sonurinn. Og svolítið gamall, við erum öll sammála það. Og með Ísaki, að þá var það einmitt lofverðið að Guð myndi senda þann son og þá myndi koma ættleikurinn og frelsarinn heimsins myndi síðan koma úr því. En núna það sem við erum í sögunni, þá er Ísak kominn, en það er komið smá vandamál. Guð er að fara að reyna Abraham. Það er sem þannig að hann á að taka son sinn á fjall sem er í Mórabslandi og hann á að fórna syni sínum. Og þegar situr í þessi aðstæður, þá er þetta fyrirheita sonurinn, þetta er sonur sem Guð er búinn að lofa Abraham og núna bara á að fórna honum. Það er ekki svakalega skemmtilegt. En ég ætla að spoila sögunni fyrir ykkur. Guð, hann endaði ekki að drepa son sinn. Bara ég ætla að spoila sögunni fyrir ykkur strax.
En við ætlum að skoða nokkuð vers í 1. Mósebók 22:6. Og það sem mig langar að gera er að við sjáum þetta í ljósi hver Jesú Kristur er. Við erum að skoða skuggamyndir ritningarinnar. Og þetta segir hérna, 1. Mósebók 22:6 segir svona: Abraham tók nú brennifórna viðinn og lagði á Ísak syni sínu á herðar, en eldinn og hnífinn tók hann sér í hönd og þau gengu báðir saman. Eru það að sjá skuggamyndina? Og þarna er mjög einföld skuggamynd. Það sem er lagt á herðar Ísak er brennifórna viðinn og það sem gerist hvað er lagt á Jesú? Kross. Kross og brenniviður, þið gerðu báðir úr sama efni. Þarna er skuggamyndin. Abraham, Ísak fær brennifórnaviðinn á herðar sér. Jesú er látið bara krossin sem við áttum skilja að taka á okkur. Og spáðu í þessu, við erum bara að skoða vers sem eru ábyggilega mörgum 100 ári, mér man ekki að nákvæmlega tímalínu á því hvað er langt á milli Abrahams og Jesú. En þarna eru við að tala einhver atburði sem gerist löngu fyrir Jesú, en við erum samt að benda á krossin. Við erum að benda á krossin. Við erum ekki að benda á eitthvað annað, við erum að benda á krossin. Að það er krossin sem er miðbúndurinn í allri okkar trú og allri okkar göngu með Guði. Páll segir í 1. Kórinthubréfi 2:2: Ég kom og setti mig það markmið að tala Jesú Krist og hann aðeins krossfestan. Við erum ekki að koma með eitthvað dominionism og eitthvað allir eru frelsaðir, allir hólpnir. Nei, við erum bara að tala krossin. Það er það sem er fagnaðarerindi. Það er það sem allt okkar akkeri byggir á. Ef við að tala fleiri skuggamyndir. 1. Mósebók 22:13-19 segir svona: Þá hóf upp Abraham augu sín og sá hvað hrútur var fastur á honum í greina þykkni. Er ég að segja þetta rétt eða? Hornunum í greina þykkni. Greina þykkni, ok. Fór hann þangað, tók hrútinn og fórnaði honum sem brennifórnaði í stað sonar síns. Er þetta ekki ennur skuggamynd? Hrúturinn er mynd Jesú. Að það var Jesú sem myndi taka sektina Ísak. Það segir í Jóhannes Guðspjalli 1:29 að þá bendir Jóhannes skýra og Jesú segir Guðs lamb. Þarna á ferðinni er Guðs lamb sem ber synd heimsins. Það skiptir öllu máli. Hann bar syndir Ísak og syndir mínar okkur allra á sig á krossinu. Og í þessu versin sjáum við líka hjá Guði að það er ekki Ísak sem verður fórnað, heldur er það Jesú. Hann er alltaf að benda á fórnina, henni einu sönnu. Þú sér þetta allstaðar í ritningunni, allstaðar í öllum Mósebókunum, öllu lögmálinu. Það er verið að benda á þessa einu lifandi fórn á Jesú Kristi. Lögmál geymir skugga þess sem eru í vændum, en ekki skýra mynda í segir í Hebreabréfinu 10:1. Höldum aðeins áfram, vers 14. Og drottin nefndi staðinn, Abraham nefndi staðinn þennan drottin sér, og því segja menn enn í dag. Á fjallinu birtist drottin, en engillinn kallaði öðru sinni til Abrahams að himni og mælti: og taktu vel til þessu, ég sver við sjálfa mig, segir drottin, að því að þú gerðir þetta og synjaði mér ekki engasson þinn, mun ég ríkulega blessa þig og margfalda kyn þig mikillega eins og stjörnur á himni, eins og sand á sjávarströnd. Svo bara þegar þú ferð á ströndina næst, þá bara skaltu minna á. Þetta er sandinni sem að trúargöngur okkar. Og niðja þínir skulu ná borgarliðum óvinna sinna. Allar þjóðir heims munu blessun hljóta af niðjum þínum vegna þess að þú hlýðnaðist traust minni. Og Abraham sneri aftur til sveina sinna og þeir tóku sig upp og gengu saman til Berseba. Og Abraham bjó í Berseba. Og sérðu strax loforðið ekki bara komið Jesú, heldur líka fyrir heiðingjana, fyrir okkur, er að það myndi alla þjóðir blessun hljóta fyrir þennan eina son Jesú Krist. Af því að Efesus 2 talar að við vorum dauðsögum afbrota fyrir umskurðarleysis. Við vorum dauðsögum þess hvernig lifnarháttur okkar var. Rómverjabréf 1. kafli er mjög skýr það, hvernig heiðingarnir lifðu. Við áttum ekki tækifæri né nokkuð möguleika á því að komast til Guðs, en það er bara vegna fyrirheiti sem Abraham fékk frá Guði. Það var Guð sem stóð við það og þess vegna fáum við þetta fyrirheiti að koma til hans og fá að vera börnin hans.
Er ég að fara svolítið hratt yfir þetta? Þetta er mjög gott. Ok, það er gott. Þá skulum fara í Hebreabréfið 7. kafla. Af því að Páll ég held að Páll hafi skrifað þetta bréf þó ekki sé allir sammála. Hebreabréfið 6:13-20 segir svona: Þegar Guð gaf Abraham fyrirheitið að sór hann við sjálfan sig, þar sem hann hafði við engan æðri að sverja og sagði: Sannarlega mun ég ríkulega blessa þig og stóru margfalda kyn þitt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum, hann hafði beðið þess með stöðulyndi. Hann beðið ekki með stöðulyndi að drepa son sinn, hann beðið með stöðulyndi að fá son sinn, sem sagt. Og Abraham öðlaðist það sem Guð hafði heitið honum, hann hafði beðið þess með stöðulyndi. Menn sverja eið við þann sem æðri eiðurinn þeim staðfesting og bindur enda á öll andmæli, með því að nú að Guð sem vildi sýna þeim sem fyrirheitið var ætlað, en skýrar hver ráð sitt væri óraskanlegt. Þú raskar ekki fyrirheitinu hjá Guði. Stoppum að saman. Galaterbréfið 3:15 talar nú að fyrirheitið gefið Abraham og nifja hans. Guð gaf Abraham fyrirheitið og nifja hans, Ísak, og það var ekki að fara að hagga því. Vitið þið hvað bætti síðan við 430 ára síðar? Lögmálið. Og þar talar hann algjörlega þó að lögmálið komið í heiminn, það er það bara ekkert með að breyta eða bæta loforðin sem Guð ætlaði upphafi. Það er óháð. Þess vegna er þetta óraskanlegt fyrirheiti hjá Guði. Og Guð, það sem hann var búinn að sverja við sjálfan sig, og við vitum að Guð lýgur ekki, það er í boðinu 10, þú skalt ekki ljúga. Það er skrítið ef Guð væri að semja þetta og svo væri hann að ljúga. Það fer ekki sama hljóðamynd. Breytið. Hann var búinn að sverja við sjálfan sig og eiðurinn kom með Jesú Kristi. Hver ráð sitt væri óraskanlegt, þá ábyrgðist hann að heit sitt með eiði. Það er óhugnandi að Guð fari með lífið. Sjáðu þetta. Og því er þetta tvennt sem er óraskanleg mikil uppbærun fyrir okkur sem hefur leitað atkvæðis í þeirri sæluvon sem við eigum. Svo fyrir við versi 19. Þessi von eins og akkeri fyrir sálina, traust og örugt, og nær alla leið inn í fortjaldið þangað sem Jesú gekk inn og opnaði okkur leið þegar hann var æðsti prestur að hætti Melkísedeks. Sjáum við akkerið. Akkerið er það að Guð var búinn að sverja við sjálfan sig með eiði að Jesú Kristur kæmi og hann kom með því að Abraham fékk loforðið og kom að endanum. Þetta er akkerið fyrir okkar trúarlíf. Guð lýgur ekki, hann kom, við hefum margar staðfestar heimildir fyrir því og þetta er akkerið okkar trúar. Þú setur hann niður og það er ekki bara að hagga þér eða neitt saman. Jesús kláraði verkið fyrir okkur á krossinum og þá fullkomnaðist það sem hann sór við sjálfan sig. Hann sór það að Ísak þyrfti ekki að taka þetta á sig heldur tók Jesú þetta á sig á krossinu. Verkið er fullkomnað. Sáljálpin og fyrirheitið er fullkomnað. Það er ekkert sem getur aðskiltið frá kærleikanum. Og er æðsti prestur hætti Melkísedeks. Melkísedeks þýðir frið réttlætis konungur. Hún lest þetta í Hebreabréfinu 7:2. Og Melkísedek var prestur Abrahams. Abraham gaf honum nefnilega 10. Þannig kemur þessi 10. Pæling inn í kirkjuna. Nú fór ég aðeins fram á mér. Já. Og opna okkur leiðin í fortjaldi. Þegar þið heyrið þessa setningu fortjaldi, er þetta svona, þetta er svona spiritual. Þetta er rosalega bara spiritual, þetta er svona andlegt. Nei, þetta er nefnilega ekki bara andlegt, þetta er bókstaflegt. Nei, þetta er bókstaflegt en þetta er líka í einu náttúrulega, sem sagt. Þegar það er Mattheus 27, þá talaði að Jesús opnaði leiðina inn í heilaga, sem sagt. Þá opnaðist, sem sagt, fortjaldið mustrisins rifnaði tvennt. Og þá fengu þeir allir opinberun. Vá, sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Og þannig opnaði hann okkur leiðina inn í heilaga. Sko, ég fór aðeins og hratt yfir þetta og ég á alveg tímd eftir.
Mér langar að hoppa aftur í fyrra Kórinthbréf 15. Af því að ég veit ekki mikil, en ég les stundum þessi versin eins og ég var að lesa áðan sem sagt. Ef vonandi kristni nær aðeins til þessa lífs, þá erum við umkunnarverðist allra manna. Það er svona, ég gleymi oft, já, versinum hann sé upprisin og rökin fyrir því hann sé upprisin eru fyrstu versin, já. Ég stundum, ég er bara þarna, sko. Ég prjóna stundum bara yfir mig, sko. Þannig að mér langar að lesa fyrra Kórinthbréf 15, 3-11. Og þetta eru ábyggilega bestu rök sem þú færið í Nýja testamentinu að Jesú upprisin. Eru þið til að heyra þetta? Því það kenndi ykkur fyrst og fremst sem ég einni hef meðtekið að Kristi dó vegna synda okkar samkvæmt ritningunni. Við vorum að lesa það. Fyrsta Mósebók 22, við vorum að lesa það. Samkvæmt ritningunni. Að hann var grafinn að reis aftur upp á 3. degi samkvæmt ritningunni. Við vorum að lesa núna í Jónasi. Jónas í hvalnum. Jónas 2:1. Jesús vitaði það í Mattheusi 12:51. Þegar hann að segja hérna, þið fáið ekki annað tákn en tákn Jónasar. Hann var í hvalnum í 3 daga og 3 nætur. Það er skuggamyndin Jesú Krist, dáinn í 3 daga og 3 nætur. Þetta, guys, þessi bók, þetta er ein risa skuggamyndir. Þú sérð allt saman í þessari bók tengjast. Þetta er ein risa bók. Þetta allt saman tengist þetta á einn eða annan hátt. Hvað var ég? Samkvæmt ritningunum? 4. Hann var grafinn að reisa aftur upp á 3. degi samkvæmt ritningunum. Hlustaðu á vers 5. Og hann birtist Kefasi, síðan þeim 12. Þínar birtist hann meira en 500 bræðrum. Í einu. Já. Hann birtist ekki bara póstunum 12. Nei, 500 manns. Hvað ætlaði að segja bara ég sé ekki upprisin? 500 manns. Ég ætla bara að segja ykkur það fá ekki 500 manns sömu ofsjónina. Það bara gerist ekki í þessu litla lífi. Bara gleymið pælingunni að það sé að fara að gerast. En ok, birtist hvaða versi var ég? 6, þú ert að fara í 7. Það var í 7, ok. Síðan birtist hann Jakobi, því næst pósturunum öllum. En síðast allra manna birtist hann einnig mér eins og ótímabundið. Því ég er síst, og svo svarar hann spurningunni, ég er sístu póstula og er ekki þessi verður að kallast póstuli með því að ég ofsótti söfni Guðs. Þið þekkið þess söguna Páli, hann sem var ofsagyðingur, var að vinna við að drepa kristna og svo gerist hann kristinn og gaf líf sitt Jesú Krist og fór út að boða fagnaðarerindi sem sagt. En af Guðs náð er ég það sem ég er og að náð hans við mig hefur ekki orðið til ónýtis, heldur ef ég erfið það meira en þeir allir. Halli póstilli maður. Já, ég er búin að erfið það meira en allir maður. Þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Og svo kemur vers 11 sem er líka gríðarlega mikil fyrir okkur. Man langar aðeins staldra aðeins við þetta. Hvort sem það er ég eða hvort sem það því er ég að þeir, þá predikum við þannig að þið trúna tekið. Að hvað? Jesús fæddur, dáinn, grafinn, upprisinn samkvæmt því sem var boðað í Gamla testamentinu. Þetta leiðir alltaf einu atriði. Það er það sem Páll er alltaf að leggja áherslu á í bréfunum sínum. Og þetta akkeri, eins og við sjáum í fyrra Kórinthbréf 15, hérna, í þessum versum við vorum að lesa, þá er trúin ekki að byggjast á bara einhvers konar tilfinningu eða þú heldur eitthvað ákveðið, þú byggjar hann á staðreyndum. Að staðreyndir málsins eru þessar að Jesú kom, fæddur, dáinn, grafinn, upprisinn, allt boðið í Gamla testamentinu og hann birtist fjöldan af fólki þegar hann var upprisinn. Hann predikaði fyrir hann að hann væri upprisinn. Þannig að þú ert ekki að byggja trúarlíf á bara einhver tilfinningu, þú byggjar á staðreyndum. Og mér langar að skora á einn og sérkvinn hér inni að taka þetta skref. Ég vona að þú horfir núna á ritninguna í ljósi þessara fagnaðarerindi sem við vorum að predika. Því að þetta akkeri trúarinn að gera það verkum að þú getur staðist mótsagn þegar einhver kom á mótlæti eða öðru líkt í lífinu. Þú munt lendi í þrengingum, þú verður ofsóttur fyrir trúnaðina og það er bara fullkomlega eðlilegt af því að ég er svo búinn að boða það. Ég skal uppörva það. Jóhannes 16:31 segir að í heiminum hafi þrengingar.
en veri hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Þannig að og að fylgja Jesú ekki eitthvað svona heftandi, eitthvað svona þú þarft að gera eitthvað. Í raun og veru bara Galatíubréf 5:16 mjög einfalt. Lifðu í andanum og þá ertu ekki að fylla girnd hólsins. Þannig að það ekki eins og þú sért að fara að fórna bara öllu lífinu í hennu. Jú, það mun svo sannlega, þú þarft að gefa allt á báti, það alveg þannig, en þú ert ekki að fara bara hægt að lifa eða skemmta þig, þú mátt það algjörlega, sko. En í fyrsta lagi, Jóhannesarguðspjall 15:11, það svarar ástæðan fyrir því að Jesús er að kalla okkur til að fylgja boðinu sínu, það til þess að fögnuður hans getur verið í okkur, svo fögnuðurinn okkar getur verið fullkominn. Og þar af leiðandi, ég ætla að fylgja honum. Og þar af leiðandi, ég ætla að fylgja honum. Eilífin byrja núna. Vonin byrja núna. Akkerið þegar stabílt þegar þú ert búin að taka þessu ákvörðun. Af því að það þú veist að fyrirheiti Guðs ræktist í Jesú Kristi. Þannig að ég ætla að fara að kalla þetta gott í dag. Himneski Faðir, við þökkum þér að þú ert hér í dag að ná þín hérna meðal okkar Drottinn minn. Það sem 2 eða 3 eru samankomnir í þín nafni, þar ert þú mitt á meðal Jesús. Og ég bara bið Drottinn minn að þú gefur okkur opinberan skilning á fagnaðarindinu Jesús, að þú hjálpa okkur Drottinn minn að skilja ritningarnar. Þú opnaði ritningarna fyrir lærisveinunum Jesús og við bara biðjum fyrir einum og sérkunni Drottinn minn að við bara gefum líf þitt Jesús. Ég bara bið Drottinn minn að við horfum á þig, beinum sjónum okkar á þér, höfundar og fullkomna trúareina, verðna gleði þinna sem að beið þín á krossi, Drottinn minn. Þú mat smána til einskis, Drottinn minn. Þú horfir ekki á þig eigin, þú horfir á okkur. Gleði þín, Drottinn minn. Og við bara biðjum fyrir einum og sérkunni, Drottinn minn. Og við leggjum þennan dag í þína hendur, í Jesú nafni. Amen. Já.